Nýlega voru gerðar breytingar á umsóknarferli Sprota í Tækniþróunarsjóði. Í þessu myndbandi verður farið yfir helstu breytingarnar og sýnt hvernig nýja umsóknarferlið virkar. Umsóknarferlið er tvíþætt. Fyrst er skilað stuttu forþripi þar sem helstu forsendur verkefnisins eru metnar. Verkefni sem standast forþripi fara síðan áfram á aðalþrep þar sem skilað er ítarlegri umsókn. Hér sjáið þið forsíðu umsóknareyðublaðsins í Sprota eftir að umsóknin hefur verið stofnuð í kerfinu. Á forþripi þarf að fylla á 2 kafla, annars vegar grunnupplýsingar verkefnið og hins vegar forþrep. Á aðalþrepi verður umsóknin mun ítarlegri. Þar þarf að fylla út 2 kafla til viðbótar, aðalþrep og verkáætlun. Tilgangur forþrepsins er að leggja mat á hvort verkefni eigi raunhæfan möguleika á styrkveitingu áður en farið er í gerð ítarlegrar umsóknar. Þetta fyrirkomulag sparar tíma bæði fyrir umsækjendur og fagráði sem metur umsóknir. Í hverjum kafla eru undirkaflar þar sem umsækjendur svara ákveðnum spurningum. Í Sprota hafa spurningarnar verið endurhannaðar og nýjum spurningum bætt við. Mikilvægt er að svörin séu skýr og hnitmiðuð þar sem takmörk eru á fjölda slaga í hverju svari. Umsækjendur ættu jafnframt að kynna sér leiðbeiningarnar sem fylgja hverri spurningu, svo fagráðið fái þær upplýsingar sem þarf til að meta verkefnið. Svörin ættu að einskorðast við þær upplýsingar sem óskað er eftir. Svör við flestum spurningum á forþripi færast sjálfkrafa yfir á umsóknareyðublað aðalþreps, þar sem hægt er að útfæra þau nánar. Í endurgjöf fagráðs á forþripi verður jafnframt bent á atriði sem umsækjendur þurfa að skýra betur eða útfæra nánar á aðalþrepi. Spurningar á forþripi og aðalþrepi byggjast að miklu leyti á Lean Canvas aðferðafræðinni. Lean Canvas er einfalt verkfæri sem hjálpar til við að draga fram lykilþætti viðskiptahugmyndar, svo sem vandamáli sem á að leysa, lausnina, markhópinn, virðistilboðið, samkeppnisforskot, kostnað og tekjur. Því er gagnlegt að kynna sér aðferðafræðina vel áður en vinna við umsóknina hefst. Með því að byggja spurningarnar á Lean Canvas vill sjóðurinn auka virði umsóknarferlisins fyrir umsækjendur, óháð því hvort verkefnið hlýtur að lokum styrk. Vinnan við umsóknina kallar á að fyrirtæki greini mikilvægar forsendur viðskiptahugmyndarinnar og getur þannig nýst við áframhaldandi þróun hennar. Hún getur einnig lagt góðan grunn að síðari samtölum við fjárfesta og aðra samstarfsaðila. Á aðalþrepi eru sömu spurningar og á forþrepi en þar gefst svigrúm til þess að útfæra svörin nánar. Að auki bætist við fjöldi nýrra spurninga. Við mælum með að umsækjendur kynni sér spurningar aðalþrepsins tímanlega, jafnvel þótt niðurstaða mats á forþrepinu liggi ekki fyrir. Á aðalþrepi þarf einnig að útbúa ítarlega verkáætlun og gera grein fyrir kostnaði og fjármögnun verkefnisins. Athugið sérstaklega fjármagnsyfirlitið. Þar reiknar kerfið sjálfkrafa heildarkostnað og heildarfjármögnun verkefnisins út frá upplýsingum í kostnaðar- og fjármögnunarköflunum. Umsótt styrkupphæð reiknast síðan sem mismunurinn á heildarkostnaði verkefnisins og þeirri fjármögnun eða því mótframlagi sem skráð hefur verið. Hér sjáið þið einfalt dæmi eins árs verkefni þar sem heildarkostnaður er 20 milljónir króna. Ef mótframlag verkefnisins hækkar, lækkar umsótt styrkupphæð að sama skapi. Hámarksstyrkur í Sprota er 12 milljónir króna á hverju stuðningsári eða samtals 24 milljónir fyrir 2 ára verkefni. Þegar styrkupphæðin hefur náð hámarkinu þarf því að mæta öllum viðbótarkostnaði með auknu mótframlagi. Á aðalþrepi geta umsækjendur skilað fylgigögnum með umsókninni. Sá möguleiki er ekki í boði á forþrepi. Fylgigögn eru sett inn sem viðhengi í kafla 5 í umsóknareyðublaðinu. Þar má leggja fram heimildaskrá, ferilskrár, samstarfssamninga, viljayfirlýsingar og einfaldar skýringarmyndir. Önnur fylgigögn eru ekki tekin til mats af fagráði. Áður en umsókn er send inn er farið í skoða og skila inn í kafla 5. Þar sýnir kerfið þau atriði sem vantar eða þarf að lagfæra.
Hver villa er jafnframt hlekkur sem vísar beint á þann stað í umsókninni sem þarfnast lagfæringar. Þegar búið er að lagfæra allar villur er hægt að staðfesta umsóknina og skilatakinn verður virkur. Við hvetjum umsækjendur til þess að kynna sér vel reglur sjóðsins og matsblað sprota. Nánari upplýsingar sprota og umsóknarferlið má finna á vef Tækniþróunarsjóðs tths.is. Ef spurningar vakna er velkomið að hafa samband við starfsfólk sjóðsins. Gangi ykkur vel með umsóknina.